Konurnar þustu að og þetta árangurinn, hér erum við svona margar. Það hefur oft verið talað kvennafrídaga sem daga þar sem átti sjá mikla samstöðu, sérstaklega árið 1975. Það var ekki eins mikil samstæða næst þegar kvennafrídagurinn var haldinn árið 1985. Það var brothættara ár fyrir kvennabaráttuna þegar lög sem bönnuðu verkfall félagsflugflugfreyja tóku gildi og undirritaði fyrsti kvenforseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, undir lögin. Í október mánuði hafði Flugfreyjufélag Íslands reynt að semja við flugleiðir vaktaálag. Þar að auki töldu þær að vinnuálag þeirra hefði aukist vegna tilkomu Sagaklass. Ekki náði samkomulag nýja kjarasamninga og því fóru flugfreyjur flugleiða í verkfall þann 23. október. Ríkisstjórnin var á móti þessu verkfalli og taldi þáverandi samgönguráðherra Matthías Bjarnason að það væri þjóðarheill að lög yrðu sett á verkfallið, þar sem að samgöngur myndu minnka. Í stað verkfalls yrði skipaður kjaradómur. Lögin voru samþykkt af Alþingi og tóku gilda sjálfan kvennafrídaginn. Forseti þarf að skrifa undir lög til að samþykkja þau. Þáverandi forseti var Vigdís Finnbogadóttir og þurfti hún því að samþykkja lögum bann við verkfalli stéttar sem meiri hluti kvenna starfa við á sjálfan kvennafrídaginn. Morguninn átti Matthías fund með Vigdísi undirskrift hennar að lögunum. Hún vildi fá umhugsunarfrest og skrifa undir lögin daginn eftir vegna þess að hún taldi að þau eru sett fram á óheppilegum tíma. Þá tjáðu ráðherrar henni að þeir myndu segja af sér ef lögin yrðu ekki undirrituð. Hún tafði þá að skrifa undir þau til klukkan 1 svo ekki yrðu frétt þau í hádegisfréttum. Hún hélt þó alltaf fram að hún hefði ætlað að skrifa undir þau. Upphafilega átti Margrét Guðmundsdóttir, þáverandi formaður Flugfreyjufélags Íslands, ekki að vera ein af þeim sem átti að flytja ræðu á útifundunum. En skipulagshópur kvennafrídagsins bauð henni að halda ræðu þar sem þeim þótti kaldhæðislegt að setja lög á deginum sem væri helgaður kjarabaráttu kvenna. Þrátt fyrir lagasetningunni væri mótmælt á útifundi kvennafrídagsins má sjá í blöðum næstu daga að Vigdís var ekki talin bera ábyrgð á lögbanninu. Heldur að frekar talið að ríkisstjórnin væri að svívirða forsetann með lagasetningunni. Þannig lagði formaður Alþýðubandalagsins Svavar Gestsson upp þá spurningu hvort að ríkisstjórnin hefði lagt fram slíkt frumvarp til forseta á sjómannadaginn eða frídag verslunarmanna. Ekki þurfti þó að leita til kjaradóms þar sem í byrjun nóvember samdi Flugfreyjufélag Íslands við flugleiðir 20% launahækkun ásamt hækkun á dagpenningum.